Heimatónleikar á Ljósanóttinni í Reykjanesbæ orðinn órjúfanlegur hluti af dagskráni en tæp 10 ár eru síðan tónleikarnir voru fyrst haldnir. Þá voru tónleikarnir allir í gamla bænum svokallaða og í ár voru fernir tónleikar þar og tvennir á öðrum stað í Reykjanesbæ. Hjónin á Melteigi 16, Ævar Pétursson og Linda Björk Pálmadóttir voru að taka þátt í þriðja sinn. Það eru heimatónleikar í gangi, eins og í grenjandi rigningu og stuði. Já, ég búin að taka nokkuð vídeo og ég mátti þakka fyrir að síminn hafi ekki bara fengið dembu yfir sig. Já, þrátt fyrir að hann sé undir í raun að veru markísu, þá virðist það ekki breyta máli og búa vel listamannin, hann undir, en það samt hann að veðrast til hana. Þetta var ansi mikil demba sem að gerði það. Við vorum svona vonast til þess að þetta yrði. Við vorum að trúa Bliku. Blika var mjög jákvæð í Svanni í dag, en veðri bara vann í kvöld. Ja, við náttúrulega búum í Íslandi. Það er bara þannig, fólk... Veðrið vann ekki í kvöld. Nei, við færum okkur bara inn eftir hlé. Já, við ætlum að færa bara inn eftir hlé. Fólk að skemmta sér úti. Snorri flottur, fólk bara í regnkápum. Snorri er virkilega flottur og hann bara gerir sitt, hann bara er úti, en hvað, þið ætlaði að færa þetta inn eftir hlé. Já, við hlupum bara inn. Nema að hægt að rigna. Já, við hlupum bara inn þegar við sáum svona hvernig, sérstaklega með þessar gusi sem voru að koma hann yfir marki svona. Þannig að við bara hreinsuðum stofuna. Þannig að það er bara allt orðið tilbúið. Hérna eftir hlé. En þetta verður geggjað og fólk var bara mjög jákvætt sem kom hérna inn. Það var bara, jú, þetta er bara íslenskt veður, getum ekki búist við ykkur öðru. Fólk bara klæði sig, þú ert í regnkápu og íslenska ullin. Íslenska ullin, mér er ekkert kalt. En byrju, þessir heima tónleikar, þetta er rosalega flott konsept. Hvað hafið þið tekið þátt lengi? Þetta er þriðja árið okkar. Í raun og veru 5. árið okkar, en síðan voru ykkur COVID 2 ár úti, þannig að þetta er í raun og veru 3. árið sem við erum að halda eitthvað úti og það var náttúrulega það var alveg spurning með að aflýsa í fyrra, en það var bara brugðist við. Já, þið fórum þetta bara inn í fyrra þetta ekki? Já, það var náttúrulega betri undirbúningur, það var búið að plasta allt gólfið og teppi yfir öllu. Núna er þetta meira svona bráðabirgða, en það kannski ekki eins mikil bleita sem er að fylgja fólkinu en geri ráð fyrir. Það var náttúrulega bara í fyrra hefði maður þurft að vera með svona hitaherbyggi, af því að fólk sem kom í regnskólum í fyrra, það var blautt undir. Ég held að verða ekkert í dag. Hver er ástæðan fyrir að þið viljið taka þátt? Þetta er bara skemmtilegt, gaman að fá ykkur flotta listamenn og líka bara menning fyrir samfélagi í heild sinni. Þetta er ótrúlega svona flott hátíð sem var farið á stað með fyrir hvað þið tókuð. Þið æla spiluðu fyrstu hátíðinni. Það er örugglega 10 ár síðan, meira. Já, þú hefur verið að spila líka? Já, ég spilaði 2 svar með ælu. Spilaði 2016 á Vallargötunni. Það var fyrsta hátíðin það? Önnur hátíðin held ég. Við erum bara búin að vera með núna í 3 ár, þannig ég er ekki alveg með söguna hreinu. Nei. En já, og það var líka svona, við kannski höfum svona tengst við hátíðina í gegnum það og þess vegna komum við inn í þetta. Já, það var alltaf, ég hef farið á alla heimatónleikana sem hafa verið haldnir og hefur alltaf þótt þetta stór skemmtilegt að geta farið svona á milli og bara sterkt einhvern veginn af fólki að vera að taka þátt í þessu og halda þessu lifandi og síðan er alltaf bara fólksins að það selst strax upp enda engin ástæða, ekki ástæðalausu, þetta er skemmtilega viðburður, hitta fullt af fólk náttúrulega sem er að koma lengra að en bara náttúrulega sem býr hér, gamalt Suðurnesjafólk eða gamli Keflvíkingar. Þannig að þetta er bara stemming að taka þátt í svona viðburði. Já, og hvað 3. árið eitthvað núna og hvað, þið haldið bara væntanlega áfram? Já, það er bara, finnst það aðeinslegt, bara vonandi að vera gott við næst. Já, þið ætlaði að semja betur við eitthvað að árið ekki. Gott við næst, algjörlega. Jú, við höfum bara klárt inni líka, þannig ef það fyrir eins og núna, þá getum við bara verið inni. Það var tónlistarmaðurinn Snorri Helgason sem skemmti gestum á Melteignum, en hann gat sér fyrst orð með hljómsveitinni Sprengjuhöllinni, en er sólólistamaður í dag. Storm for blásinn dagist og enginn burt frá þér þóttu settir engum líf og enginn ábyrgð hey, sést þér þá ég að tapa mér
Snorri, þú ert komin inn, er ekki fínt að vera bara komin inn núna? Ég myndi segja það, sko, þetta var stemming, sko, og þú veist, eitthvað, ég fekk ekki raflost, þannig að þá ég bara við, sko. Já, það var jafnvel hægt á því í svona bleitu. Já, það var allt blöyt. Ég slapp ágætlega og gítarinn, en í raun og veru allt annað var blöyt, sko. Þetta verður meira svona kósi hérna inni og eftir. Já, ég held að aðeins að hitta puttana. Já, þeir voru ekki orðið kaldir. Og þá bara heldur þetta verður bara mjög fínt, sko. En betur, þú ekki komið áður á þessa heimatónleika, eða hvað? Nei, ekki það. Þannig þetta er bara geggjað, þetta er bara ágæt stemming, sko. Þetta er virkilega skemmtilegt og svona flottana konceptið, ekki? Jú, algjörlega. Þetta er bara, og bara sérstaklega, ég held að þetta verður mjög gaman að vera inni líka, bara í svona meira kósi, það er svona, þú veist, þjóðlega stemming sem að ég kann mjög vel við mig í, sko. Þannig að bara mjög veit, sko. Og þú ert búin að vera að spila núna í einhverjar tæparna 40 mínútur? Já. Hvað ætlar að spila, verður með sömu lögin aftur eða? Ég hugsa ég breyti aðeins, þetta er að við erum komin inn, sko. Það er svona aðeins öðruvísi feelingur, sko. Þannig að, þetta breyti að ég ætla aðeins að fara yfir prógramið núna hérna í pásunum á milli og sjá. Og þetta keyra þetta bæði á bara þínu lögum sem hefur verið að semja undanfarið og alltaf Sprengjuhöllin líka. Svo þetta pabbi, gaman að heyra þið taka gamalt tríó. Ég gerði það, ég hendi eitt þannig og svo bara svona hérðan og þaðan, sko. Bara það sem að svona ég hef áhuga á það, sko. Það er bara þannig.